Heyrðu, ok, takk fyrir að bjóða mér til ykkar, gaman að fá að koma. Ég heiti Hrefna Guðmundsdóttir og hugsaðu hvað ég er heppin, ég veit allt um hamingjuna og þið veit ekki neitt, ha? Nei, ég lærði sálfræðiforðum og hefur einhver verið kannski inn í sálfræði, þá ég lærði mjög mikið um þunglindi og streitu og svona öll líffræðileg ferli kringum streitu og ýmsa krankleika og mjög áhugavert. Ég var alltaf að bíða eftir fræðslu um sjálfstraust og hamingjuna og hvað gerir lífið þess virði að lifa því. En það var ekki mikið þá í sálfræði. Svo ég fór í master í félagssálfræði, af því það er svona um hópa. Hlakkaði til að heyra um hamingjuna þar, hamingju hópum. Ekki þar fyrir ég ætla ekki að gera lítið úr þunglindi og streitu, en þetta er eitthvað sem ég saknaði þegar ég var í náminu og síðan ég útskrifaðist, tók fyrir Íslendinga og hamingjuna, gerði B.rit, gerðum það og síðan þá hef ég bara verið að sækja í efni um jákvæða sálfræði og hamingjuna. Út frá sálfræði og þetta er nátengt félagssálfræði og svo bara er ég ekki einum að hafa áhuga á þessu því þetta er mjög mikið að vaksa og ég er búin að vera í leshóp og um þetta og bara haldið mér vel við að lesa og fór ráðstefnu út til Danmerkur í sumar sem var þá 5. evrópska ráðstefnan í jákvæðri sálfræði. Þannig að það er bara gaman að finna fyrir hvað er mikið skrifað og mikið áhugi fyrir þessu efni. Ég sá fyrir mig kannski það sem ég myndi gera með ykkur í kvöld, það er kannski fyrst og fremst þessi punktar. Mér langar svolítið náttúrulega að heyra frá ykkur af því að þið hafið fullt að geyma sem að ég get lært af ykkur og verður bara gaman að ég vona að ég get skapað þannig andrúmsloft að ykkur líði það vel að þið getið deilt kannski einhverjum vangaveltum með þetta af því að fræðin segja eitt en svo búum við allir yfir þeirri reynslu að hafa væntanlega upplifað svona hamingju stundir og ég ætla að skoða með ykkur skynjun og viðhorf og síðan bara hamingjuna. Heyrið ekki vel í mér? Allt í lagi með það? Ok. Mér langar kannski að byrja á því að biðja ykkur um að bara hver fyrir sig að íhuga ef þið væri beðin um að skrifa það á blað. Ég vissi ekki að það eru svona margir þannig að ég var jafnvel búin að sjá fyrir mér við sætum í hringjum myndi vera að deila en við erum of mörg til þess og þó kannski gerum við tilraun eftir en mér langar bara að hver og einn íhugi fyrir hvað hver og einn þakklátur nefnið þrennt, hugsið hvað þrennt fyrir hvað þið eru þakklátt bara hver fyrir sig og sem sagt jákvæð sálfræði og hamingjufræði, happiness studies er svolítið það hvað gerir lífið þessi virði að lifa því og bara bera kennsl á þessa þætti og og finna, þetta er svolítið líka svona sjálfsþekking, hvað er það sem gerir mig hamingjusama og og svona finna þessa hamingju vaka sem virka á ykkur og af hverju má ekki þjálfa sig í þessu eins og öðru líkamsrækt eða hvað sem það er það er þetta bara að kynna sjálfum sér, bera kennsla á hvað er það sem að gleður okkur og jafnvel auka þessa þætti í lífinu því að ég viti það er svolítið þannig að það sem maður hugsar mikið það hefur tilhneigingu til að stækka og vaksa og fyrir utan það að hamingjan og gleði virðist vera smitandi þannig að þeir ekki bara gera þetta í eigin þágu heldur þágu okkar allra. Já. Kannski bara ég ætti að taka stökkið og láta ykkur skrifa. Nei, það er kannski ekki alveg akkurat ég er ekki með nóg pennum og svona, en ég er með gula miða og mér langar bara núna hægt og rólega þá til við yfirgjöfum förum heim, að þá sé allir búin að skrifa þrennt sem þeir eru þakkláttir fyrir og líma gula miðan sinn eða græna bara á þennan vegg. Er þið ekki til í það? Og síðan getum við séð hvert í öðru. Hvað er það sem við erum þakklátt fyrir? Hvað segir, er þið ekki til í það?
þetta er bara nafnlaust og bara skoðum hvert í öðru, hvað er það sem að okkur finnst vera best í heimi þessum. Hérna, já, ég ætla að skoða með ykkur nokkra glærur sem varða svona skynjun, af því að hérna við erum ekki það fullkomin, þó við séum mjög ótrúlega fullkomin, að raunveruleiki sé endilega akkurat eins og við sjáum hann. Það eru náttúrulega margir fletir á hlutunum og það er hægt að sjá hluti frá svo mismunandi sjónarhornum. Og mér er svolítið gaman að skoða þetta er svona pjúra félagssálfræði. Ég vona að sé ekki of smátt, en sem sagt, hvað er á myndinni? Hvað er á myndinni? Já. Sjáuð andlitin, hvaða andlitin eru nokkuð? Þekkið þið fólkið? Þetta var brúðargjöf til hérna Elísabetar Bretlandsdrottningu og mannsins hennar. Þau giftu sig. Sjáuð það núna? Þetta er skemmtilegur hérna teningur sem heitir Necker-teningur og ef þið horfið á B-ið hérna í miðjunni, hérna segið mér þá, horfið bara svolítið vel og lengi, hvort er B-ið framan á kassanum eða inn í kassanum? Horfið þá aðeins áfram. Ef þið haldið áfram að horfa, þá mun það breytast. Skrítið. Myndin hefur samt ekkert breyst. Sjáu þið ekki breytast? Já. Já. Hver sér það ekki breytast? Má sjá. 2. Já, ok. Hvernig getum við eitthvað að hjálpa þeim? Kannski bara, já. Já, einmitt, já. Nei, ok. Maður þarf að líta alla heilda myndina, sko. Til þess aftur sig. Ertu fann að sjá það? Frábært. Já, ekki smá pressa hérna. Þú verður að sjá það. Heyrðu, við bara dundum okkur þetta eftir. Hérna. Og svo er þetta líka bara svona, ég ætla að stæla stutt við þess að hérna, hvor línan er, sko, stærri. Virkar þess ekki stærri? Það eru samt jafn stórar. Þannig að það fyrir eftir öll í kring. Og hérna, þetta þekkið þið. Hvort þið sjáuð unga eða gamla konu. Hérna, nú langar mig að fá eitthvað sjálfboðaliða til þess að segja mér bara litina. Er einhver til í að bjóða sig fram? Kannski einhver hérna framalega, þannig að bara, þetta er mjög einfalt. Er til í það? Hörðu, hvaða litur er þetta? Vá, það sé betur en ég. Þessi? Þessi? Og þessi? Og þessi? Og þessi? Og þessi? Vá, við erum með sérfræðing í litum. Ok, nú áttu að gera sama fyrir með næstu glæru. Bara segja mér litina. Vá, það varst mjög, mjög góð, sko. Fundið þið hinn hvað þetta er erfitt? Það er nefnilega, og mér finnst þetta svo gott dæmi um það hvað maður sér hlutin alltaf með nýju ljósi eftir sem að maður heyrir eitthvað nýtt eða lærir eitthvað nýtt eða kynnist öðru fólki. Mér finnst þetta svolítið gott dæmi um það. Af því að við erum búin að læra að lesa, þá er svo erfitt að láta eins og við séum ólæs. Við bara ráðum ekki við það. Það er bara reflex. Og þannig er það bara með allt sem við lærum að hérna þá er það bara reflex, það fyrsta sem kemur upp. Það er eitthvað sem er kunnulegt fyrir okkur. Já. Hérna, já, ég ætla að skoða með ykkur svona nokkra rannsóknir sem að styðja til þetta að viðhorf til lífsins hafi áhrif, að jákvæðni skiptir máli og hvernig það getur haft áhrif á hvernig við
tökust á við verkefni. Fyrst hérna, hvað ætli þetta sé, Jón, hérna, að þið er bara svo skemmtileg myndina? Músina. Vil ekki bara gera cancel? Wow. Sjáum við kenninguna? Heyrðu, hérna eru bara nokkri móla sem varða heilsuna og hamingjuna. Hérna, hvernig við skilgrunum heilsuna, það virðist vera dálítið breytilegt. Þannig að þegar við erum ánið fullorðin, þá kannski finnum við til í mjöðum og erum með smá són fyrir eyranu, en við segjum samt vera full frísk. En ef 10 ára einstaklingur er þannig, þá lítur hann ekki þannig á hlutina. Þannig að bara svolítið gaman svona að fara yfir það. Hérna, við metum heilsuna betur með árunum. Hvað er góð heilsa? Það er sem sagt dálítið breytilegt. Hérna, og það er fylgni á milli heilbrigðis og hamingju, en það þarf ekkert endilega að fara saman. Við getum verið full frísk og mjög óhamingjusöm og við getum verið sjúk en samt mjög hamingjusöm. Og hérna, ef við erum hérna óhamingjusöm, þá fylgir því streita og það veikir ofnæmiskerfið. Einmannakennd og félagsleg einangrun dregur úr heilbrigði og hamingju og það er fylgni á milli hamingju þjóðar og hlutfalli þjóðatekna í heilbrigðismálum. Það er að segja, þjóðir það sem að hérna, heilbrigðiskerfi er fyrir alla, eða það er hérna ekki svo dýrt að það hafa ekki allir efnaði, hvað var maður að segja? Ef það er hérna gert ráð fyrir fjármagni í heilbrigðismál fyrir þegna landsins, þá virðist það verið fylgni við hamingju. Já.